Kæru gestir, ég bið ykkur velkomin og þakka ykkur fyrir að koma á þessum bjarta vordegi til þess að hlýða á samtal okkar Tuma Magnússonar. En Tumi einn af 4 listamönnum sem sýnir á sýningu sem ber nafnið Kvartett og Tumi eini Íslendingurinn sem að í rauninni í þessu mengi. Með honum eru 3 aðrir listamenn frá Evrópulöndum, einn Svíi, Jakob Nordström, einn Breti, Chantal Joff, heitir svona skemmtilegu frönsku nafni, en bresk, og svo Belginn Gauthier Hubert frá Brussel. Og Tumi nú bæði með þeim inn í salnum, en síðan hann á göngunum og hans hlutur blæðir yfir í sal númer 2, á bak við aðkomuskenkinn. Og mig langar að velta upp nokkrum spurningum. Tumi náttúrulega, eins og þið vitið, einn af okkar mest áberandi listamönnum á síðastliðnum áratugum, eða allt frá, held ég megi segja, 9. áratugnum, þegar að hann gat sér gott orð fyrir málverk sín, sem þóttu afar róttæk, afar erfið og mjög tormelt. Og síðan má segja að hann hafi ávaxtað sitt pund. Hann hefur verið prófessor við Listaháskólann hér heima og síðan var hann kallaður til Kaupmannahafnar, þar sem hann var langt skeið prófessor sem sagt við Konunglegu listakademíuna. Ég að segja satt, þú það kannski ennþá, þú kennir þar? Nei, ég kennir ekki lengur, ég kláraði því lauk 2011. Já, það nefnilega það. Og nú hann sjálfstætt starfandi, eins og hann hefur svo sem alltaf verið, en á að baki ótrúlega langan og gifturíkan og áhugaverðan feril sem listmálari og sem myndlistarmaður, því að í seinni tíð þá hefur málverkið hans farið svona inn á sérstaka brauti sem við munum ræða saman og við sjáum í kringum okkur. Og mig langar að spyrja Tumi kannski fyrst til að byrja með. Nú myndu margir segja að þú sért kannski ekkert ýkja íslenskur listamaður. Það nú alltaf verið að segja, þetta var nú sagt á sínum tíma, Júlíönu Sveins. Hún þótti svo dönsk í notkun lita og pensils. En ég veit að þú lærðir í Enskede í Hollandi og síðan hefur svo sem, ég veit að þú varst á Spáni þar á undan. En getur verið að flatlendið í Hollandi hafi gert það að verkum að þú ert ekki eins upptekinn af landslagi eins og kollegaðínir? Sko, í fyrsta lagi þá fatta ég ekki alveg að af hverju ég ætti ekki að vera íslenskur listamaður eins og síður en aðri, sko. Ég hef aldrei hugsað út í það í rauninni, sko, en fyrir mér þá snýst listin dálítið mikið bara að vera, forðast til dæmis klisjur og reyna að komast burt frá því sem að finna sjálfstæðið mitt gagnvart listinni sem í kringum mig
og maður náttúrulega skoða mikið alþjóðlega myndlist og ég held að allir íslenski listamenn verði kannski skoði það mikið að þú veist hrærist í alþjóðlegri myndlist að þeir séu ekki kannski svo bundnir við íslenska list. En það finnst mér svolítið erfitt að skilgreina íslenska list út af fyrir sig sko. En hérna til dæmis ef þú hugsar að ég held ekki sko að flatlendið í Hollandi til dæmis hafi haft neinn áhrif á mig og þannig séð sko. En ég hugsa að séu dálítið mikil áhrif frá íslenskri náttúru og landslagi í verkunum mínu þó það sjáist ekki í mótífunum þessu. Já, ég held ég geti tekið undir það vissulega og í rauninni ég ekki einnum að sjá þetta. Mér minnir að Gregory Volk, bandarískur gagnrýnandi og sýningastjóri hafi einmitt bent á það að litirnir þínir þeir séu mjög ef maður má segja sem svo þeir draga dám af íslenskri náttúru og íslenskri birtu alveg ábyggilega. Ég hugsa að það getur vel verið sko, en þá það ómeðvitað náttúrulega. Þú veist, maður er bara sko hluti af þessu skilur og manns upplifun af litunum verður þar að leiðandi væntanlega íslensk sko. Já. Sem að mér finnst reynda mjög spennandi stúdía að skoða svona hvernig fólk fer með liti og reyndar mótíf eftir því. En þú veist, þetta eitthvað sem maður lærir í uppvextunum en getur ekki kannski svo auðvitað tilenga sér meðvitað. Nei, og ekki skilgreint alveg út í hörgul. Nei. En fyrir ekki að því nefndir hann Gregory Volk, þá var það sem að hann nefndi í sambandi við mig og Ísland það að sko verkin mín eru oft orðuð eitthvað við að vera mínimal í útfærslu, þó þau séu mjög langt frá því að vera mínimalismi. Og hann talaði að þessi áhrif geti kannski verið einhver áhrif frá mínimalisma, amerísku mínimalisma, en hins vegar þá sé nálgunin í til dæmis í íslenskum bókmenntum og ljóðagerð og menningu allri dálítið mínimal út af fyrir sig sko. Já, það og sem að mér finnst gæti vel passað og gæti passað við mig sko að áhrifin séu þaðan ekki síður heldur en erlendis frá. Það lauk rétt að menn hafa tekið eftir því sko hvað við erum rauninni sparsamir, hvað við erum naumhugulir þegar við notum orð. Þetta er það næstum eins og íslensk ljóðagerð sé á við þá japönsku að við notum eins fá orð eins og við komumst af með og af því að þú nefnir Ameríku eða Bandaríkin þá hef ég nú í seinni tíð haft tilhneigingu til þess að segja fólki eða minna fólk á það að þegar öll er á botni hvolft þá miðað við fólksfjölda þá Ísland vissulega stærra heldur en Kanada miðað við fólksfjölda Kanada og það þó annað stærsta land í heimi. En svo það náttúrulega að Ísland hrjóstrugt og það lítið svona kannski áberandi hlýja staði. Maður þarf að þekkja Ísland til að vita hvar hlýju staðirnir eru og getur það haft áhrif á heldurðu á það að menn aga sig, menn verða naumhugulir í framsetningu? Það gæti verið að hafa eitthvað með víðáttur og þögn að gera til dæmis sko. Get ég ímyndað mig. Á tímabili þegar ég var að kenna upp í Listaháskóla, þá voru nemendur oft það kom svona tímabila sem að fólk var eitthvað að andæfa við þessari mínimal nálgun sem að það sá allt í kringu sig. Og ég var að segja við þau stundum,
benda þeim á að það að takmarka verkin sín við ekkert allt of marga þætti, það sé ekki endilega mínimalismi og sýndi þeim þá í því samhengi grein eftir Þórberg Þórðarson frá byrjun 20. aldarinnar einhvern tíma, þar sem hann að tala hvernig maður þurfa að skera niður orðin og merkingun, orðin í ljóðunum sínum til þess að ná tærri merkingu fram, sem auðvitað löngu og undan öllum mínimalisma. Vissulega, já. Þetta og að því þú nefnir þetta hægt að nota leiðarhnúðuna, sko, þetta ábyggilega ástæðan fyrir því að þegar þýska tónskáldið Richard Wagner fór að taka upp norræna goðafræði sem efni við í óperu sínar, þá vildi hann umfram allt notast við orginalinn, það að segja eddukvæðin. Honum fannst þessar þýsku útgáfur af eddukvæðunum vera of orðmargar af þessu leyti. Ég held að þú veist, maður hefur fengið þessa spurningu erlendis líka, sko, hvað íslenskt við verkin þín? Og fólk verður ekki þóst sjá það. En ég held að listamenn í dag vinni í rauninni allir á alþjóðlegum vettvangi meira og minna, þó sé misjafnt hvað mótíf eða hvað annað frá þeirra heimalandi kemur fram, en það held ég bara, auðvitað maður, mótast maður af sínu umhverfi og þannig að maður kannski íslensku listamaður af því að maður hefur vaxið upp hér, en maður ekki að vinna með það endilega. Og þetta færir okkur að einmitt verkinu sem að blasi við okkur og partur af sýningunni, sem í rauninni, þetta verk hefur sést áður og var sýnt vissulega í fyrsta skipti hjá Sævari Karli, var það ekki árið 2000, og þú braust blað með því að færa þig frá penslinum og litasullinum yfir í að nota teygðar ljósmyndir. Þannig að þetta má kalla þetta tímamótaverk. Já, sennilega, sko. Þetta var að vísu ekki fyrsta svona ljósmyndaverki sem ég gerði, en eitt af þeim fyrstu. Og þetta var svona, þróaðist út í þetta frá þessum málverkum sem ég var að gera, sem voru málverk af efnum, málverk af vökvum, málverk af líka föstum efnum, en án forms. Það var bara efnið sem ég málaði, gjarnan þá 2 efni sem runnu saman. Svo sem eins og hrossatað og sígarettureykur. Já, til dæmis, já. Eða kaffi og hland. Já, kaffi. En þetta þróaðist eiginlega beint þannig að ég var farin að gera þessi efnismálverk líka sem veggmálverk og þá skissaði ég þau gjarnan í tölvu. Af því ef maður var að gera veggmálverk sem var kannski 10 metra langt eða eitthvað, þá erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig það kemur til með að koma út. Og þá tók ég ljósmynd og skissaði þetta í Photoshop og samt auðvitað var þetta alltaf svolítið risiko að stjella því á vegginn. En þegar ég var farin að gera þetta, búa til verkið að vissu leyti í tölvunni áður, þá var orðið svolítið stutt yfir í það að nota, í staðinn fyrir að mála það í tölvunni, að nota ljósmynd og þá notaði ég sem sagt ljósmynd af einhverjum hlut gjarnan, og sem að líka hefur alltaf verið til staðar í minni vinnu í fígúratífu málverkunum mínum áður. Það voru gjarnan hlutir en ekki svo mikið fígúrur, og sem breyttist svo í málverk af efnum og svo í þessum ljósmyndaverkum þá voru það kannski ljósmyndir af einum hlut eða einu líffæri eins og hér,
og sem einangrað og það engin bakgrunnur og hluturinn fyllir alveg út í myndina. Hann teygður til þess að falla út í myndformið og svo þetta mynd forminu breytt til þess að passa á heilan vegg, sko. En ég enda líka gert það þannig að ég gef mér ákveðið form sem bara einhver ákveðin stærðað myndflöt og láta fylla út í það, sko. Áður við förum yfir í þá sálma hvað þú í rauninni ert rýmisnæmur listamaður og hefur mikla tilfinningu fyrir rýminu sem þú vinnur í. Þá langar mig einmitt til þess að því að þú nefndir einstakir hlutir og ég man eftir risastórum málverki og mér minnir að það hafi bara verið eitt auga sem var sýnilegt í rauninni kannski einn húskofi, ég man það nú ekki, en mér fannst þú alltaf vera sprottin að einhverju leyti út úr kannski svona surrealísku þangagangi og ég verð nú að játa það af því að með þér hér á þessari sýningu er Belgien Gautier Hubert, þá það svona, þá dettur mann í hug, er það kannski langsótt, surrealistinn René Magritte sem að kannski einhver írónískasti surrealistinn og einfaldasti en jafnframt kannski sá dýpsti. Það alls ekki langsótt og það ég var einmitt búin að punkta það hjá mér að ég þurfti eitthvað að koma inn á það þegar við varum að spjalla. Og ekki síst að því að Gautier einmitt með eitt verk sem er byggt á þessu verki Magritte, þetta ekki pípa. En það nefnilega svo í þessum ljósmyndaverkum mínum og kannski líka í málverkunum áður að ef ég tek mynd af einum hlut en fjarlægi alveg bakgrunnin og ef við tökum pípuna þá þetta ekki pípa, það mynd af pípu hjá Magritte en það bakgrunnur í kring, þetta svo greinilega mynd af pípu, en ef þú tækir ef að ljósmyndin hjá mér bara pípa, eða var nú pípa þá það komið kannski aðeins nær hlutnum heldur en að vera bara mynd af hlutnum að svona, mér finnst með þessu þá nálgist ég það meira að verða einhvers konar skúlptúr kannski eða verða hluturinn sjálfur jafnvel, sko. Já, að hann verði nærtækari. Já, að því að það ekki mynd með bakgrunni, skilur við, sem að þetta heldur það myndin bara hlutur. Já, og hérna í rauninni, sko, af því við erum að tala Magritte, sko, þá til mjög skemmtilegt málverk eftir hann sem að, af ósköp ómerkilegum hlutum eins og greiðu og rakkústi og einhverju fleiru. Og það látið verið vaka að þetta séu hlutirnir sem skipta okkur máli. Það sem sagt að banalitetið eða þú hefur oft verið ásakaður að taka hallarislegustu hluti sem hægt að hugsa sér og notað þá í myndverkum þínum. En þetta eru kannski hluti sem við getum ekki verið án. Já. Ég ætla aðeins að segja fyrst í sambandi við Magritte, sko, í sambandi við að taka bakgrunninn burt, sko, að þegar ég sett svo verkið inn í annað samhengi, eins og setja hérna inn í rými, að þá verður auðvitað rýmið að bakgrunninum, sko. En í sambandi við hlutina og hallarislega hluti, sko, þá það auðvitað alveg rétt að ég nota það og það eru kannski fleiri en ein ástæða fyrir því, en eitt að mér finnst ástæðalaust að leita langt yfir skammt að einhverjum einhverjum sérstökum hlut eða sem hefur einhverja merkingu í sjálfu sér. Mér finnst miklu betra að taka eitthvað sem að henda næst bara og þá gjarnan
hluti sem að, eða kannski þessa venjulegu hluti af því að þeir eru ekki svo merkingarhlaðnir. Og svo náttúrulega ger ég eitthvað við þá, eins og tegið þá til þannig að þeir verða ferkantaðir eins og veggurinn eða eitthvað annað, setja á í annað samhengi einhvern veginn og þá fá þeir nýja merkingu. Ég hef líka prófað auðvitað að nota hluti sem hafa einhverja merkingu, einhverja sterkari merkingu, eins og þessar hauskúpur hérna til dæmis. Sko. Já. En oftast er þetta nú þetta að ég forðast að hlutirnir hafi séu merkingarhlaðnir áður en ég fer eitthvað að eiga við þá. Sko. Og svo er einu ástæða til kannski líka og það er þetta að mér er alltaf fundist eða svona leiðst eitthvað upphafning á einhver heilagleiki í listaverka. Af því að mér finnst að verk sem maður gerir og fólk gerir yfirleitt þetta er eðlilegur hlutur og venjulegur hlutur og getur verið mjög spennandi en einhver dýrkun á þeim finnst mér svona einhvern veginn og upphafning finnst mér frekar lítið spennandi. Og í rauninni kannski hérna að það viðheldur kannski svona falskri dýrkun. Í rauninni kemur það í veg fyrir að við sjáum það sem er kannski það merkilegasta sem okkar sko, nánasta umhverfi. Akkúrat, sko, af því að það er ekki þessi dýrkun eða upphafning á hlutnum sem að skiptir máli í sambandi við myndlist. Það sem skiptir máli er kannski þetta sem að stendur listamanninum nær, sem er kannski tilraunin og óvissan þegar að vera út í þetta að prófa þetta og þessi vinna með maður er að vinna með eitthvað sem maður veit ekki, skilur við. Maður er svolítið að renna blint í sjóin og maður er að taka einhverja áhættu og nálgast viðfangsefnið af einhverju af hvað heitir það hérna lítillæti, virðingu og þannig að ég held að þegar það er búið að ídólisera svona hluti eitthvað þá er það sem að fólk sér en ekki kannski það sem að skipti máli í verkinu svo mikið. Það er kannski það líka sem að gera verkum að bakgrunnur eru alltaf til vandræða. Marcel Duchamp hérna náttúrulega var frægur fyrir að mála glerið sitt vegna þess að hann vildi losna við bakgrunnin að einhverju leyti. Og þetta minnir kannski á það að við hefðum ekki þurft að tala endilega Magritte, hérna þjóðskáldið okkar, Jónas Hallgrímsson, er ekki fyrsta vísan hans, hérna, buxur, vesti, brók og skó. Það er ekki þetta að komast nær hversdagsleikanum. Og hérna, en einmitt þetta, samt sem áður, eyrað á syni þínum hérna Elliða og nefið á sjálfum þér, sem að fólk tekur andköf og segir þetta minnir nú bara eiginlega á svínstrýni og svo augað af dóttur þinni hérna Borghildi og munnurinn á Ráðhildi, að þetta er náttúrulega samt sem áður sko, þó þetta séu mjög hversdagslegir hlutir og þú hefur áður, ég man eftir málverkum þar sem þú hérna málaðir nefið á þér og glerugun á nebbanum, svona sem staka hluti, þá er þetta leið stórt í sniðum vegna þess að þetta er líka sko, miðaldirnar voru uppfullar af svona einhvers konar symbolskum tilvísunum í skynfærin, heyrnina, augað, lyktina og
og náttúrulega andadráttin og þetta er kannski það ætti meira að segja risastór ofin teppi í Cluny-safninu í París sem að fjalla eiginlega þessa skynjun og skynfærin og hvað þetta skiptir miklu máli og mér minnir að sé ennþá Gregory Volk sem að nefnir þetta einmitt að þér takist kannski að sýna hlutina að hlutirnir séu ekki bara hlutir, heldur hafi þeir leið. Þeir hafi lykt, þeir hafi snertanleika eins og varir, þeir hafi það sé hægt að hlusta á þá. Þannig að þetta kannski miklu stærra heldur en þú spilar þetta niður en þetta kannski það sem skiptir öllu máli. Þetta við gagnvart umhverfinu. Já, þetta auðvitað skynfæri og ég kannski í þessu líka eins og ég geri oft á einhvern hátt, þá tek ég einhvern einn þátt úr hlut eða persónu í þessu tilfelli og læt einhvern einn hluta eða einn þátt úr fyrirbærinu standa fyrir allt hlutin, persónuna. Og þú hikar ekki við svo sem, ég veit að kannski í þessu tilviki þá hefur það kannski ekki verið neitt með hugan við hvað menn höfðu svo sem verið að pæla í á miðöldum varðandi skynfærin en í hauskúpunni þá greinilegt að þú varðst fyrir einhverjum áhrifum af Holbein og kannski það að Holbein fjári hversdagslegur þegar öll á botnum hvolf. Já, kannski og þetta það að ég fór að ég gerði þetta verk með hauskúpunum, það var eiginlega óhjákvæmilegt vegna þess að ég var búinn að vera að vinna með þetta element í þessum ljósmyndaverkum og það ákveðin þróun í þeim eða hvað maður segja, það eru ólíkar nálganir innan þessa ljósmyndaforms sem ég notaði í upphafi þá var ég að teygja hlutina, gera það alveg ferkanta, eins og augað nánast ferkanta, nefið ferkanta. Svo fór ég seinna út í að teygja kannski bara á einn veg, á annan einn, bara langsum til dæmis og breyti ekki forminu. Og gerði til dæmis 11 metra langt verk, 5 metrar á hæð sem blýantur, rauður blýantur sem stækkað á þverveginn. Þannig að maður sér ekki fyrstu, maður átti sig engan veginn á því að þetta sé blýantur. Nei. Fyrir maður rekur augun í kannski það sem hvað neðst sem svona oddurinn. En ég meinti að hann bara teygður á einn veg, skilurðu, og þannig að ef maður stóð við endan á þessum veg, þá gat maður svona nálgast blýantsformið aftur. Og þetta svona kallaði ég með sjálfum mér Holbein-effektinn. Af því að ég mundi alltaf eftir þessu verki Holbeins með hauskúpunum, ambassadorana. Og þetta gerði ég í fleiri verkum, þetta kom fyrir aftur og aftur hjá mér að ég teygði hlutina svona og fannst það mjög spennandi. Og á endanum leiddi það auðvitað til þess að ég teygði hauskúpur líka, sem voru þá leikfangahauskúpur. Þú gekkst alla leið. Góði gestir, náttúrulega ég held ég ekki að taka fram fyrir við ykkur. Þið hafið sennilega öll sem verið einhvern tímann í Lundúnum og séð rismikið verk, svona portrettmynd eftir meistara Hans Holbein sem var þýskur málari á 16. öld og oft kenndur við stefnuna mannerisma eða manierisma. Það geta ekkert frábrugðið svo sem Shakespeare
þeim ágæta höfundi. Það sem standa 2 menn sem munu vera franskir ambassadorar í Lundúnum og þeir standa við borð og á gólfinu fyrir framan þá svífur eins og fljúgandi diskur og við erum einmitt að tala þetta sem að Tumi er að vísa til. Maður sér ekki hvað þetta fyrir maður fer að verkinu og horfir á það frá hlið að þá sér maður að er að ræða hauskúpu og þetta er sem sagt, þetta notar sem element. Þetta er hryssingslegt. Þetta er dálítið svo hauskúpan í Shakespeare, Ó Jórik. Já, sjálfsagt sko. Og hjá Holbein talaði að sé einhvers konar memento mori og minni mann á dauðleika sinn og þessu ýmsar aðra merkingar sem að hafa túlkarnir sem hafa verið setta fram. Og memento mori var náttúrulega það var sérstök myndlist þar sem að fólk var áminnt dauðleika sinn með því að það var kannski riddarar eða konungborið fólk var í útreiðatúr og kom að 3 líkistum og í þessum líkistum voru meira og minna illa farin lík og þetta átti og stundum töluðu líkin við konungsfólkið og sögðu eitthvað á þá leið ég var eins og þú ert núna, þú verður eins og ég er núna og þetta náttúrulega þetta var mjög algengt tema á tímum Holbeins í sjálfu sér. Já, en hann tekur á því á svolítið sérstakann hátt en svo þegar ég tek þetta upp þá náttúrulega ger ég það á minn hátt og nota fer ekki út í þessa dauðans alvöru sem hann kannski er með þarna heldur nota leikfanga hauskúpur og lyklakippur í hauskúpuformi og ýmislegt þannig sko. Þú tekur sem sagt hversdagslega hluti svona sjoppuvarning í rauninni. Já, en hins vegar þá er það nú samt svoleiðis að þegar maður er búin að þetta eru samt hauskúpur og þegar maður er búin að gera þetta þennan átt og teygja það svona þá hef ég nú heyrt frá fólki þó ég hef ekki hugsað út í það í upphafi sko að það er samt smá óhugnarleiki eftir í verkjum, kannski. Ég held að sé það sem að er svo skemmtilegt að þegar maður áttar sig á því hvað þetta þá hvolfist yfir mann örlítill óhugnaður af því að þetta er svona eitthvað sem að maður kannski er svona vofa eða draugur sem að maður sér ekki almennilega hvað en leiðum maður áttar sig á hvað er að vera þá er þetta dálítið hryllilegt. Já, ég held kannski pínulítið. Við kannski erum ekki svo að við erum kannski alveg laus við að þetta er náttúrulega, við erum öllu vön í myndgerð nútímans og samtímans sem er orðin svo ægilega að það okkur fyllir ekki einu sinni við sjónvarsseríum eða sjónvarsmyndröðum þar sem að lík af manni sem er búið að búta sundur leikur aðalatriðið eins og í sjónvarsseríunni Ófærð en ég get nú sagt samt sem áður af því að við erum að tala manierismann og mannerismann að mér var brugðið þegar ég kom inn í téhöllina í Mantua sem að eftirlætis nemandi Rafaels teiknaði Palazzo del Te og hann var arkitekt og málari
og hann var náttúrulega uppfullur af þessu skemmtilegu heitum að koma fólki á óvart og inn í þessari tehöll herbergi sem heitir Salur Risanna og þegar maður kemur inn frekar litlar dyr þá hefur hann málað allt hólf í gólf eins og að salurinn sé að hrynja yfir mann og ég tók andköf mér var brugðið mér fannst þetta eins og að salurinn væri að hrynja yfir mig þangað til að maður áttaði sig á því hvað var að vera en þetta nefni ég nú vegna þess að þetta kannski eitthvað svona sem að fólk ef þið skoðið upp á gólfið í innri salnum og hérna upp í loftinu þá látið ykkur ekki bregða þó þið sjáið þessar teygðu hauskúpur tuma sem að náttúrulega og það er kannski þetta sem að það er þessi effekt og er það ekki einmitt þetta sem að skiptir máli í myndlistinni sagði ekki Greenberg ef þér hnykkir ekki við ef þú ert samur maður þegar þú ferð inn á myndlistasýningu og áður þú fórst inn á hana þá þarft ekki yfir höfuð að fara inn á hana þú getur bara sleppt því. Jú, sjálfsagt, auðvitað reynir maður alltaf að koma fólki óvart og ýta við einhvern veginn, sko. En ekki síst að koma sjálfum sér óvart líka, sko. Mér finnst það eiginlega meira ögrandi heldur en að koma öðrum óvart. Og það er merkilegt nefnilega að þú maður finnur það í þessum því nær sem að dregur í tíma að þá ertu að glíma við ótrúlegustu rými, erfið rými, erfiðar staðsetningar. Er þetta vegna þess að þú vilt brjóta upp þetta system þar sem að málverki alltaf hengt með sama hætti upp á vegg? Já, vissuleyti, mér finnst það miklu meira spennandi og kannski líka því að ég vinn gjarnan með rýmið að þá er miklu skemmtilegra að vinna með eitthvað annað rými heldur en white cube form, sko. Og ef þú tekur þetta hérna stóra verk til dæmis, sko, að þá hefði nú verið lítið spennandi kannski að setja að hvert að fyrir sig myndi fylla heilan vegg í þessum stóra sal, sko. Mér finnst það miklu meira gaman að því að vinna það, að rýmið fá að taka einhvern veginn meiri þátt og móta verkið meira heldur en hægt er í svona reglulegu, venjulegu rými. Já, og ég sé það að þetta er kannski að miða við nú getur maður ekki sagt upphengið miða við álíminguna hjá Sævari Karli árið 2000 þá er þetta náttúrulega miklu erfiðara sjónarspil því að þú hvernig fórstu þú þurftir að glíma við til dæmis þetta form hérna í arkitektúrnum að það er stallað. Það er ekki. Já. Þetta gekk allt saman með góðum aðstoðamönnum. En þetta var glíma? Já. Sko. Og er það glíman sem að skipti málið þegar að vera? Nei, ekki út af fyrir sig glíman en bara kannski að verkið fá einhverja funksjón í arkitektúrnum eða þannig að arkitektúrin verði í rauninni hluti af verkinu. Því að það er í rauninni það sem eitt af því mikilvæga í þessu verki fyrir mér er að nú er þetta bara mynd af litunni í auga. Já. Og ég breyti laginu á því þannig að það verður ferkantað eins og veggurinn og lími það upp á þann flöt sem að ég vel en þetta þýðir það að rýmið ræður formati og stærð verksins en hluturinn hefur líka áhrif á rýmið. Þetta er samruni, þetta er ekki bara
að rýmið breyti hlutnum, heldur breyti hlutunum líka rýminu. Og hérna, maður getur alveg skoða þetta þannig að lobbyið hérna verði að einhvers konar líkama, ekki satt. Og þetta kannski hérna, þetta svo lítið eins og að því ég nefndi nú Shakespeare áðan og leikhúsið að þetta kannski eins og það að leikhús að verða æ meira taka þátt í óvenjulegu rými. Það ekki lengur svona kassi þar sem að allir setjast fyrir framann og horfa bara sætir og rólegir á það sem framfer, heldur eru hérna leikararnir stundum eins og kvikindi sem að hoppa niður úr loftinu og gera manni alls konar skráveifur og biðja mann að fara úr skónum eða kondu hérna væni og hérna ég ætla að sýna þér svo lítið og eitthvað svona. Þetta sem sagt. Þetta eins og þú segir meira ögrandi og mér finnst eiginlega mest gaman að vinna í svona óvenjulegum rýmum. Þessu leyti. Og við óvenjulegar aðstæður og þó að þú sért hérna, þó að verkið þitt blæði yfir í svona bara venjulegan sal eins og sal 2, þar ertu með myndbands eða vídeóverk og það líka, geturðu sagt mér örlítið frá því, þar kemur sonur þinn Elliði líka við sögu örlítið, það ekki? Já, hann kemur þar við sögu bara, hann hjálpaði mér alltaf með tæknina, synkronisera. En þetta verk byrjar í rauninni sem staðbundið verk líka, eins og þetta. En það verður gert fyrir ákveðið rými í Danmörku, það sem að í sýningarsal sem að vinnur aðalega með staðbundin verk. Og á því rými voru svona röð af 6 gluggum og ég ákvað að vinna með það og yfirleitt eru hlerar fyrir þessum gluggum og ég gerði þetta vídeó fyrir þessa glugga og það var sýnt á lokuðum gluggahlerum og maður gat ímynda sér allavega að gluggarnir væru opnir aftur. En verkið byggt út frá öndun. Já. Og andardrætti sofandi manneskju sem að ég tók og ég hægði svolítið á þessum andardrætti til þess að maður fengi kannski á tilfinninguna að þetta væri andardráttur stærra dýrs eða stærri risa. Buffala eða fengi svolítið meiri presens kannski og svo blandaði ég því sem sagt, mér langaði ekki til þess að hafa vídeóin af fólki sem var að anda heldur langaði mig til að búa til andardráttinn með einhverju öðru og þá tók ég upp þessa bíla sem að keyra fram og tilbaka í takt við andardráttinn og hvernig þeir keyra fram og tilbaka það er allt saman grunnað á þessum upphaflega andardrætti. Bæði bíllinn og hljóðið byggt þar ofan á, hægt á því og hert á því eins og svona í svona djúpum andardrætti og svo að lokum fjarlægði ég upphaflega andardráttinn. Þannig að eftir stendur þessi röð farartækja sem að... Já, sem kannski andstæður af þessu leyti, þessi svona umferð, trafík og svo djúpur svefn en mér langaði til þess að í rauninni til þess að verkið myndi hafa svona bein áhrif af fólk að maður yrði svolítið maður slakaði svolítið á og yrði kannski jafnvel syfjaður að vera stund inn í salnum. Örlítill dáleiðslu effekt ef svo mætti orðið komast. Og ég held að það hafi tekist sko. Það finnst mér allavega.
Það finnst mér líka. Og hérna, í rauninni þá er það mjög gaman að hugsa til þess einmitt hvernig sko þessi umbreyting frá andadrætti yfir í svo bílatrafík. Þarna ertu líka að vinna með mjög óhöndlanlega hluti sem verða samt að vera höndlanlegir þegar maður fer að hugsa það að þetta er trafík, þetta eru bílar og þessi dáleiðsla sem er fólkin í endurtekningunni. Já, í endurtekningunni og bara í taktinum líka heldur. Og gerir þetta, sko, og núna þegar við sitjum hér þá heyrum við líka í rennandi vatni sem er líka innsetning sem þú... Já, og það er sem sagt, þetta sem við vorum að tala um áðan er náttúrulega vídeó og hljóðverk. Já. En þetta er bara hljóð, hljóðinnsetning þá náttúrulega, því að þetta er hljóð á 6 rásum og fer á milli hátalara, sko, byrjar hérna niður við dyr og færist svo hérna upp stigann og upp á loft. Og þetta er upptaka af litlum læk og ég sem sagt hægi á hljóðinu í annan endan. Þannig að þegar hljóðið er hérna niðri þá er það mjög hægt sem að þýðir kannski, já svo á leiðinu upp stigann þá herðist á því og þegar það er komið efst upp þá er það orðið svona rétt rúmlega upphaflega læk hljóðið, sko. Sekvensin, já. Já, og þetta er svona leikur hjá mér með að hljóðið fer upp og niður. Lækur fer nú yfirleitt ekki upp hérna brekkurnar en þessi gerir það. Í myndlistinni er allt hægt. Já, og en þetta svo er þetta líka sem sagt teyging á einhverju fyrirbæri. Eins og ljósmyndirnar eru teygðar til að passa á vegginn, þá er hljóðið teygt í annan endan og verður mjög hægt og ég satt að segja veit ekki alveg, gerir mér ekki grein fyrir því en hvað það tengist læk eða vatnshljóði mikið hérna þegar það er sem dýpst hérna niður við dyr, sko. Það verður hver bara að ákveða sjálfur en mér finnst kannski skemmtilegast að fólk heyri það fyrst og heyri fyrst í verkinu þar og skilur ekki alveg hvað þetta er en ef það fylgir hljóðinu upp að þá gerir maður sér grein fyrir kannski einhvers staðar miðja vegur hvað þetta er, sko. Allt í einu þá. Já, en það er sem sagt herðist á því á leiðinu upp í efsta hátalarann, svo fer það niður aftur og þá hægist aftur og svo kollakolli, alltaf upp og niður. Þannig að þetta er svona teyging á í rauninni merkingunni líka eins og líka í þessum ljósmyndaverkum. Þetta tengist allt hjá mér að í rauninni er maður að vissuleita að reyna á þanþol þessara hluta. Hvað getur maður teygt auga mikið á þess að það hætti að vera auga? Eða ef það hættir að vera auga, hvað verður þá eiginlega að vera? Og þetta og hvað getur maður í rauninni hvað má teygja hugtakið myndlist eða í rauninni myndlistina sem fyrirbæri, hvað má teygja hana langt þar til hún hættir að vera kannski, merkjanlega. Hún hættir að vera nokkuð skapað hlutur. Tumi, þetta sýnir manni það að þú ert það er ansi lítil takmörk í þínum ranni. Þú hefur teygt list þína á alla kanta og máta. Þú ert aldrei hræddur að þetta virki á fólk að fólk segir bara getur þetta verið myndlist? Er þetta ekki orðið eitthvað allt annað? Mér er eiginlega alveg saman það, sko. En þetta einhvern veginn
með að vinna svona í margar aðferðir, sko, sumum finnst það er svolítið problem fyrir suma, sko, sérstaklega til dæmis í Þýskalandi og á fleiri stöðum, þessi minna á Íslandi, að þá er hérna, finnst fólki helst að listamennir eigi bara að vera alltaf að vinna með sömu aðferðina og svona. Já, og sama efni viðinn og... Já, en ég hef aldrei skilið það og fyrir mér þá er það innihaldið hvað maður er að gera sem skiptir máli en ekki í hvað efnið það er unnið og fyrir mér er þetta allt saman bara einhverjir möguleikar sem maður hefur til og sem að henta mismunandi á mismunandi tímum með mismunandi hugmyndum til dæmis. Og maður á ekki að láta formið taka yfir og koma í veg fyrir að maður reyna að brjóta það eða brjótast út úr því. Þannig er það hjá mér, sko, að ég hef gaman á að prófa að reyna að öðra sjálfum mér bæði með aðferðum og með því að reyna nálgast hlutin á nýjan hátt en ég ber líka fulla virðingu fyrir fólki sem að notar sömu aðferðina alltaf af því að það er líka hægt að gera að þróa sína hluti þó að það verði ekki svona stóra breytingar eins og verða hjá mér, sko. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt að fara með þér í gegnum svona hvernig þú hugsar listina og ég vonast til þess að þið áheyrendur hafið fengið eins mikið út úr þessu eins og ég fékk að heyra hann tala að tala þessa hluti því að það eru fáir menn sem að geta verið svona talað jafn með einföldum en nákvæmum hætti það sem þeir að gera og hvert þeir að fara en ég vil endilega ekki einskorða þetta spjall okkar við sjálfan mig þannig ég spyr einhver hérna sem hefur spurningar fram að færa við Tuma og ég er reiðbúin að